Góðan daginn. Kæru Pingju Hálsar. Það eru Arnar Þór og Yngvi Þór sem heilsa ykkur hérna á þessum fallega þriðjudegi. Já, kæru Pingju Axlir, segi ég alltaf. Pingju Axlir. Herðu, það er eitt kannski að koma inn á það, bara áður en lengra en haldið. Deep Into Pingjan, Facebook-hópurinn okkar. Já. Hættu öllu sem þú ert að gera, farðu þar inn og joinaðu. Join the force of Pingjan. Við erum konum með nýja covermynd. Já, vá. Alveg vel professional covermynd. Geggjuð. Smíðuð af Sigurði Má, einum okkar helsta aðdáanda. Já. Er hann það? Já, hann er búinn að vera í Deep Into Pingjan bara from day one, sko. Já, auðvitað. En, já, er eitthvað nýtt í þessu annars? Við erum með svona MySpace mekanisma inn í Deep Into Pingjan. Það sem við röðum, sem sagt, topplistum. Já, og Siggi er þar efstur. Já. Og það er hart barist í Deep Into Pingjan. Hverjir eru top listeners? Það er kannski verðt að minnast á það að einhverjir hlustendur hafa verið ekki upp glögg augu þegar þau ýttu á þennan þátt. Og sá að hér er bara eitt fyrirtæki tekið fyrir í dag. Já. Það er svona format sem við ætlum að reyna að fara að vinna með, bara til að vera alveg hreinskilin með það. Þá er fullmikil vinna fólkin í því að vera með Þetta er meira quality fyrir hlustendur. Já, klálega. Þú veist, það er það sem við erum að reyna hérna, bæta úr hérna. Við erum að reyna að fara dýpra. Og þetta er svona format sem við ætlum allan að testa. Já, við erum náttúrulega bara að taka þessa aðra seríu og gjörsamlega hakka konsepti sem virkaði. Hvað er þetta? 7. þáttur í annari seríu eða hvernig? Já, og... Já, eftir 7. Ég veit það ekki. Það var einn góður kannski. Já, er þetta að byrja svona eins og áttir vona með True Detective seríu 2? Já, þetta er nákvæmlega eins og seríu 2 True Detective. Bara Pingjan season 2, þetta er crap. Nei, síðasti þáttu var skemmtlegur við Andra, Ölgerðin. Það var gott að komast back on track. Já, þar var bara vissulega eitt fyrirtæki tekið fyrir, það gekk mjög vel. Já, en við erum bara, þetta ætlum við að láta reyna á. Já. Að fara dýftina. Yes, en já. Ætlar að segja hvað, þú veist, fólk náttúrulega veit hvað er að koma? Já, það er bara þetta, hérna, já, eins og ég segi, kannski gott að minnast á, við erum í bóði Dominos, Payday og Keldunar. Já. Áður en við byrjum, en sko fyrirtæki sem við erum í dag, ég er ekkert viss að allir endilega þekki þetta, en ég hefur nú svona reglulega skotið upp kollinum í fjölmiðlum og eflaust, já, einhverjum kaffistofu umræðum svona í gegnum tíðina, en þetta er að sjálfsögðu hið íslenska Reðarsson. Já. Og hvorki meira niður minna. Já, ég held svona flestir á okkar aldri og eldri kannski hafi nú alveg heyrt safnin nefnt og þá kannski sérstaklega þegar hérna Páll heitinn Arason, skógræktabóndi og nasisti lést, en hann hafði einmitt ánafnað reiðusafninu limsinn til sýningar við andlátanda 2011 og það vakti mikla athygli. Það er einhver logið, hann var nasisti eða ekki? Hann var nasisti, þú veist ekki að... Þetta var hérna Erpur Eyvindarsson. Ég man eftir því, ég man bara ekki hvort að það hafi verið gúttir að hann hafi bara verið yfirlýstur nasisti. Já, hann var það. Hann allavega tók sporin með Erpi eða Johnny National eins og hann kallaði sig á þeim tíma. Já, og niðurandi ummælum aðra kynþætti. Já, hann var óspár á það, sko. Já. En þú ert kannski með einhverja svona frekari upplýsingar safnið? Já, ég fór sem sagt aðeins að reykja sögu þess. Já. Og hvað getur maður sagt? Ég meina, hvernig í fjandanum verður þetta til? Þú veist, hvernig datt þetta í hug? Þetta er svona heldur sértækt áhugamál, myndi ég halda að safna titlingum. Já, og það er kannski annað með þennan þátt. Ég meina, við erum að reyna að gera þetta eftir fremsta megni að vera professional. Já. En það gæti alveg orðið. Já, það gæti dottið út í glens. Já, og fyrir viðkvæma hlustendur að þá verða orðið eins og titlingur. Já. Tippi, reður, limur. Ég mun bræða fyrir hér. Já. Bræða fyrir í þessum ágæta þætti. Þetta er líka safn sem við Íslendingar erum alltaf búin að vita af allavega öll okkar kynslóð. Já. Þannig að maður hefur aldrei eitthvað svona, þú veist, þetta er bara part of programmet. Það er tippasafn í Reykjavík og maður hefur ekki farið en maður hefur aldrei eitthvað að vera að sjokkera sig á því. Nei. Þetta er bara partur einhvern veginn orðin af íslenskri menningu, sko. Já. Við séum eitt tippasafn hérna. En safnið er samt, þrátt fyrir það, ekki eldra en frá árunni 1997 og sem stofnaði af Sigurði Hjartarsyni en er í dag rekið af syni hans Hirti Gísla Sigurðssyni og svo bara svona stóra svari við stóru spurningunni sem flestir held ég hafi spurt sig núna þegar þeir fara að spá í þessu bara hvernig verður þetta til? How the hell did this begin? Áskotnuðust manninn titlingar eða hvað liggur hann að baki? Og
Já, sagan sem sagt svo að Sigurður fekk ungur áhuga á titlingum og það er svona 2 sögur sem ég sé. Ég hef verið að velta þessi fyrir mig, bæði fann eitthvað Wikipedia og svona einhverja greinar úr heldur Gay Iceland. Ég hef aldrei skoðað þá síðu jafn mikið og yfir eina helgi eins og núna. Að það var sem sagt sko að það eru 2 sögur. Önnur er svo að honum einfaldlega bara var gefið nautatippi þegar hann var ungur aldrei. Og hinn er svo að hann hafi verið í sveit og hafi verið að gelda naut og fengi að eiga titling. Já, það var svipusagan, eða ekki? Jú, sko, burt séð frá því hvor er rétt eða ekki, á einhverjum tímapunkti, þá datt einhverjum í hug að gefa honum nautatitling. Og svona upp úr þessu fréttist í sveitinni að hann hefði áhuga á dýratitlingum og einhverjum árum setna hann, ekkert löngu eftir, hann hefur bara verið gutti, sko, fekk hann gefins 4 titlinga á einu bretti og það fylgir þetta söguna að hann hefði gefið 3 af þeim áfram til vina sinna. Ég ætlaði að vera með bara hérna spurningu í boði Dominos. Sem barn, safnaði þú einhverju? Ég átti nú frímerkjabók, sko. Ég safnaði því að einhverju leiti, sko, en það var mjög fljótt að deyja út það áhugamál, sko. Safna, nei, ég held nú ekki, sko. Þú ert nefnilega, það er hérna 8 most popular collecting hobbies. Stamps eru nummer 1. Það er ekki bara frímerkin? Frímerkin, sko. Svo átti ég líka eitthvað svona. Já, getur verið. Jú, það er talað stamps frímerki líka, sko. Já, ég held það. Ég safnaði líka aurum og krónum, eða þú veist svona. Það er nummer 2, coins. 3 er baseball pins. 4 er vínil. Comic books, vín, trading cards, toys. Ég nefnilega, ég var nú ekki eins og flestir. Ég var að safna lyklakipum. Lyklakipum? Já, bara svona einhverju, já, þú veist, ekki þá bara kippunum sjálfum, væntanlega einhverju svona. Nei, bara ég man að ég átti bara svona einhvern ramma og þar voru bara lyklakipur. Ég veit nú ekki hvað varði þetta safn. Nei, Pokémon, ég samlaði Pokémon. Já, Pokémon og Yu-Gi-Oh! Já, en hann Sigurður okkar, svo við förum aftur í söguna, hann safnaði titlingum. Og þetta sem sagt gerist þarna, fyrst fann hann 4, gefur 3. Svo einhvern veginn fréttist þetta bara í sveitinni og menn fara að koma með alls konar titlinga handónum. Og þar voru hvalveiðisjómenn sem voru að veiða hvali og þá þótti sniðugt að sem sagt, aflima hvalina og fara með titlingan til sigga. Það var úr sláturhúsum og svo framvegis og framan af þá var víst safni bara inn á skrifstofu hjá honum en hann var kennari sinn starfsferill. Menntaskóla þetta? Jú, mér sýnst menntaskólan í Hamrahlíð. Og svo þegar hann fyrir á aldur þá ákveður hann að opna þetta hobbysafn titlingana sína sem voru orðnir cirka 60 á þessum tíma og þetta er árið 1997 og hann fekk 200.000 króna styrk frá Reykjavíkurborg og fyrsta árið komu 5.200 gestir að miklu leyti útlendingar eitthvað þú veist með það sem maður hefur heyrt og lesið ákveðna þjóðflokka og þjóðir, þá kemur mér ekkert óvart að það fylgir að Asíubúinn hefur verið alveg vitlaus í þetta titlingasafn lengi. Hann var alveg óður í þetta. Já, og þó það séu nú kannski engar tölur hlutfall Asíubúa, en þetta var ekki gott. Hann reynir síðan 6 ára seinna, 2003, og reynir hann að selja safnið. Og hann reyndi meira sér að gefa það. Já. Take this Dick Museum, please. Það var ekki sérstakur áhrif fyrir því. Nei, og væntanlega Dagur ekki orðinn borgarstjóri þarna. Nei, en allir hann sé ekki komin þarna í borgar ráð, sko. Já. Hann var orðinn borgarfulltrúi held ég á þessum Ég þekki það ekki. En ég myndi halda í dag ef að Degi yrði gefið titlingasafn. Hann myndi þykja það. Hann myndi þykja það, sko. Ég get sagt ykkur það að Reykjavíkurborg hefur séð eftir þessu. Já, það ekki? Það hafi ekki tekið við þessu. Já, það er alveg klárt. En eitthvað alveg baki hann reyndi að selja þarna 2003 því að 2004 árið setna þegar hvorki gekk raka að losa reksturinn þá var einfallega bara komið að augustundu, hann gat ekki lengur borga leigun í Reykjavík og ákvað síðan að flytja búferlum til Húsavíkur og tekur safnið með sér. Óvænt skref, fara til Húsavíkur myndi ég halda það. Já, ég reyndar maður alveg að skýta á sig með það hvort hann hafi verið frá Húsavík upprunalega en það verið að vera láta það líka milli hluta. Þar er hann til ásins 2012 og þegar hann ákveður endanlega að leggjast til Helgan Stein vinnulega séð og sonur hans tekur við. Já, hann tók við 2011 þannig rétt áður held ég. Já, ég held að flytti 2011 í bæinn aftur.
ekki? Nei, safnið þannig til 2012, þannig að þú veist 11-12 sonur hans að taka við, það þarf náttúrulega groom og það var groom the hair, þú veist, hann lappar ekki bara inn og reykur tippasafn, það þarf náttúrulega það þarf einhver að hafa reynslu af þessu 280 titlingar, það þarf að þekkja sögu hvers og eins og vita hvernig það er ekki að smyrja þetta og svona líka og alls konar skiptum etanólvökva og ég veit ekki hvað og hvað já, og það fylgir nú svo sem ég fór ekki djúpt í það en hann er þarna með titlinga í hérna formalíni, mjög algengt sko, og svo hefur hann verið líka með í svona etikblöndum einhverjum bara eins og góðar súra gúrkur og fleira gott sko vel súrsað og fínt það varð alveg fótur og fetu uppið þarna Húsavík þegar hann sagðist alltaf að fara sko því að þetta var svo mikil, þarna var þetta orðið nokkuð vinsælt það var farið að skila svo góðum ferðamannaströmm til Húsavík akkurat þannig að þetta verið vonbrigði að missa hann og við sjáum það í dag væntanlega verið höggaði að missa þennan frábæra rekstur úr bænum sér það og ég ætla að segja bara að leiða þér aðeins að rekja sögu þess hérna í bænum áður en að, þú veist, og fyrir að klára aðeins safnið það er á Reyki, einhver stað stendur að séu cirka 215 titlingar ég sé annars staðar að séu rúmlega 280 Já, er þetta mikið hittamáli? Nei, ég held að ég bara eftir að uppfæra öðru hvoru megin sko. Þetta er úr 93 tegundum stærsta er af steypbreið sem er 170 cm stórt og 70 kíló það fylgir þó að í fullri reisn væri það einhver 350 kíló sem það er ekki á safninu Sá pumpar blóðinum og það minnsta er af hamstri 2 mm 2 mm, já það er slattið þarna á milli það eru líka titlingar af álfum, tröllum og draugum hana sem er einhver hugabörur sem ég bara þekki ekki en ég held ég myndi ekki treysta einum eða 2 mönnum betur í heiminum til þess að geta getið sér til titlinga af þessum úr þessum sögu heimi heldur en þeim feðgum og þetta eru sérfræðingar á sín sviði, það er nokkuð ljóst og eitt sem ég hafði ekki hugmynd en það er vist svo að safnið með skúlptúr af 15 titlingum kallalandsliðsins í handbolta sem unnu silfri í Peking og þeir voru helviti vel byggðir hérna niður á við sko og með að við myndina það er náttúrulega mjög margt skrítið við þetta safn sko þótt að við séum búin að normalisera og það er algjörlega þetta er í þjóðarsálinni við erum með titlingasafn eða teipasafn en eitt skrítið hérna er að Þorgerður dóttir hans bjóð til þessa skúlptúra ég get ekki lesið betur og það fylgir sögunni að þetta er byggt á hennar ein reynslu frekar en þekkingu á liðinu er þetta ekki alveg skúlptúr eða? Mér fannst ég lesa eins og það kom sko based on her experience not knowledge þetta er nefnilega sko ég sé þessa mynd og fólk getur farið og googlað þetta og séð þetta eru ansi vel í lagt þarna ég á bátt með að trúa að allir hafi verið svona vel vaxnir niður á við sko en þú veist það kemur samkvæmt þessari grein þetta sem byggt á einu reynslu en ekki þekkingu og svo var líka vist sagt fram að þeim er ekki raðað í sömu röð og einhver mynd sem hangir að þeim með til þess að ég ekki vera þetta er random og síðasti punkturinn ég sá að það kemur fram að mögulega myndu konurna er að þekkja þá en engin annar fyrir þá sem vilja mynda meira þá til heimildamind þetta er enda stórmerkileg mynd sko sem kom út árið 2012 heiti Final Member og Já, fólk hefur frekar áhuga á að vita þetta Já, þú ert að tala um bíómyndina núna Já, ég held að vera að tala um myndina ég er að tala um googlað sko myndina af landsliðinu Nei, það er náttúrulega hægt að googla hana en svona bara að lokum það kemur fram í myndinu líka Þetta voru svona stóru punktanir í minni þetta er stórmerkileg mynd, mér langaði að horfa á hana þarna kemur einmitt fram að sko það var maður sem að vildi ánefna safninu tippið á sér áður en hann lést sko, hann vildi láta skera það af sér Já, og það voru reyndar sko það voru þarna fjórir kallmenn vilja gefa safninu þar af einn nýræður sem ég velti fyrir mér hvort það sé Páll Arason sennilega það kemur ekki fram í greinni ég kem inn á það hérna á eftir og ástæðan semst fyrir að þessi nýræði maður samkvæmt Wikipedia vildi gefa var út af því að hann hafi verið svo mikill flagari á árum áðum og það sem menn tala um að lagt lók hér og þar að hann sá svona einhvern svona eternal eilífðar einhverja dýrð það er einhver dýrð í að skilja eitthvað eftir sig í rauninni sko að þessi sem sagt limur sem hafi legið á svo mörgum stöðum að hann fengi að lifa eilíðu þarna í formalínu inn á tippasafni
en hann var nýraður og búinn að krumpast allur niður og eitthvað fleira og það fylgir þarna nokkuð greinagóð saga að þeir klúðruðu sem sagt þegar hann deyr að skera af og fleira þannig að þetta fór eitthvað fjandast til ég svona þokkalega bara þetta mitt intro. Já, takk fyrir þetta. Nú ætla ég aðeins svona, ég reifaði náttúrulega ársreikningana og ætla svona að fara yfir reksturinn. Þú reifaðir ársreikningana? Já, og sko þar sem að fyrirtæki, náttúrulega, þetta er náttúrulega safn. Það kemur illa út í COVID, þarna 2020. Þannig að mér langar svona að byrja aðeins fyrr. Og það í rauninni ekkert að frétta þarna framan af, þú veist, fyrsti aðgengilegi ársreikningur hérna frá árinu 98 og frá 98 til svona 2014 þá eiginlega bara gerist ekki neitt. Það eru engar eignir, það eru engar skuldir, ekki einu svona árið 2007 í góðarinu sjálfu, sko. Ekki eitt stakasta myndkurulán. Sigurður var ekki í neinum fíblalátum þarna, hann satt bara á safninu sínu og taldi titlinga og leyfði partíinu að eiga sig. En þessi ári hann bara þá þetta bara einhver hagnaður að tapa rétt sitt bara með yfir nullið bara svona smá ríka ætli binni í bankanum sé ekki að gíra þessa titlinga nei, það lítur ekki út fyrir það bara ekki, nánast ekki eitt stakasta lán hérna framan af en þau eru að hagnast sko fyrstu milljónuna sína hérna eftir 11 ári í rekstri þarna 2008 en svo í rauninni byrjar ekkert að gerast bara að viti fyrir árið 2014 þar sem að þau hagnast algjöra með fjárhæð fram að þessu, eða 5,7 milljónir króna. Já. Svo árið eftir þarna 2015 þá fann ég úr viðtali við þá feðga að safngestir hefðu aukist 35% þarna á einu ári upp í 33.328 gesti og hann hafði orðað því að 99% af þeim hafi verið ferðamenn, takk fyrir. Ég veit ekki hversu, þú veist, 99% gæti verið svona dálítið íkt, sko. En þarna þurfa menn að sko treysta á ferðaðinaðinn. Það er nokkuð ljóst. En þau eru komin til Reykjavíkur þannig, eða ekki? Jú, þetta er 2015, sko. Og þetta ár 2015 eru þeir að skila í kassan hérna 8 milljónir króna í hagnað. En sem fyrr eru engir skráðir fasta fjármunir. Frekar en fyrir daginn og það sko þó sko hér kemur í rauninni samt svona fyrsta arðgreiðslan, alvöru arðgreiðslan þeir greiddu þessi arð hérna 2010 Eitt hérna, sorry ég gríp inn í þetta er svo mikilvægt ferði eitthvað yfir fasta fjármunni frekar á eftir Já, ég mun koma aðeins inn á það og þú getur gripið boltan þar Já, ég er með svo marga spurningar á ég henda þið fram núna? Nei, við skulum byrja með það til eftir En hérna já, eins og ég sé, það var fyrsta arðgreiðslan hérna leit dagsins ljós, svona alvöru arðgreiðslan, þau greiddu hérna einhvern arð 2010 385 skall sem er ekki neitt og þetta hérna á þessum tíma 2015 er Hjörtur bara 100% eigandi sonur Sigurðar sem stofnar safnið en þetta árið 2015 þá smyr hann 4 milljónir króna í pingina sína gjörsamlega grunlaus reyndar hvað árið 2016 muni verið í skautið sér en þá er loksins hægt að sjá þessa hérna sundurliða tekjur félagsins og þær eru hvorki meira en minna 94 milljónir króna sem er 75% vöxtur frá árinu áður. EBITDA í 40 milljónir króna sem gerir 42,2% EBITDA framlegð og þetta ég var að detta í dug. Má segja að þeir sé að ná fullri reisn þarna? Nei, ekki alveg. Þeir eru svona þeir eru í búðing, þeir eru í semara þarna sko. En sko 42,2% EBITDA framleið, sko. Höfum við séð svona fyrir utan leynilögina? Þetta er það arðbarast að í þessari ferðarþjónustu greinilega. Þetta er stórbrotið hlutfall allan. Já, akkurat. En svo merkilegt sem ég tók eftir í ársreikningnum að tekjustreymið þarna, þetta er tvískipt, sko. Já. Það er aðgangseyrir annars vegar og sala minjagripa hins vegar. Og þetta drauma ár hérna 2016 er aðgangseyrir tæpar 68 milljónir króna og sala minjagripa tæpar 26 milljónir og það er sala minjagripa er þá 28% af heildartekjum svona hátt já og þú veist þetta er sæmileg summa sko en árið endar svo hérna í rúmum 32 milljónir króna í hreinum hagnaði sem er 34,4% hagnaði hlutfall ég legg ekki meira á okkur þetta er fínasta hlutfall
hér komið bolt í hjört og milljónirnar verða 11 sem fara ofan í pingjuna í formi arðgreiðslu þetta árið og það svo sem ekkert neitt annað frásögu færandi þetta árið en þú veist, það náttúrulega engar fjárfestingar eða neitt. Hann bara pingjan þó hérna í 35 milljónir króna, nóg til í bankanum og svo kemur hérna 2017. Þá bara gefið enn meira í og tekið félagsins orðar 138 milljónir króna sem rúmlega 54% vöxtur á milli ára. Skiptist í 108 milljónir í aðgangseyri og 30 milljónir í sölu á minjagripum. EBITDAn stórbrotnar 59 milljónir, 42,5% hlutfall, hreinn hagnaður 48 milljónir króna sko. Ég minn eini, segi ég. Já, þetta svakalegt. Hérna reyndar sko, þetta ár 2017, ég tek eftir því að laun og launatengd gjöld að hækka 75% úr tæpum 25 milljónum í tæpa 44. Og þetta var engin lífskjarasamningur, hér bara þetta óvænta álöp árið 2016 hefur bara orðið til þess að það þurfti að fjölga starfsfólki. Já. Og hérna, það var full ástæða til þess, því að árið 2018 þá eykst traffíkin enn eina ferðina hérna milli ára sko og tekjurnar orðnar 165 milljónir 132 milljónir í aðgangseyri og 32 í hérna sölu minningripa eða svona 32,5 miljón í sölu minningripa og svona í gamni mínu þá ákvað ég að kanna margínuna á þessum gjafavörum hjá þeim og sé að álagningin 167% sem í rauninni ekkit bilað miða við svona gjafavöruverslunina á safni. Það náttúrulega verið að ræna túrista alla daga í öllum heimshornum bara á þessum söfnum en við sýnist í svona öfugt farið þarna á reiðasamninu sko. Já. EBITDAn, þarna hún orðin 82 milljónir. Jesús Kristur sko, 49,7% framlegð á EBITDunni með hagnaður upp á 67 miljón króna. Þetta hreinn hagnaður, sjá til. Hvað voru tekjurnar? Hreinn helvítis hagnaður, HN3. Með 70 hreinn helvítis hagnaður. Já. Hvað sagði? Hvað, 100 og... 165 milljónir. Já. Og hérna... Nei, herðu. Nei, sorry. Ekki 49,7. Ég að bulla. Ég var að taka bara af aðgangsverðin. Já. Ég afsaka þetta. Ok. Þetta þá aðeins... Nei, byrju. Jú, nei, EBITDAn 81. Jú. Sorry, þetta 49,7 af 165 milljónum tæpum í tekjur. Þannig að þú sér það sko, 49,7 í EBITDA-framlegð, þetta með því harra sem við séð bara í pingjunni. Já. Eins og ég segi, með hagnaður upp á 67 og akkur ekki fjandanum að greiða út 60 milljónum króna í arð þarna. Þetta ár 2018 reyndar sko dætu hjartar, það orðan hluthafar hérna, það Þorgerður? Já, nei, ég sé hérna Bergljót og Jóna Kristín. Nú? Já, ég rugla? Nei, það fylgir sann söguna að einhver Þorgerður hafi verið dóttir hans sem bjóð til þarna. Bergljót og Jóna Kristín fá þarna sitt hvor 10% sem að skila þeim þarna allavega þetta ár, sitt hvor 6 kúlunum í sínar bingjur. Virði það ekkert upp á götunni sko? Já, hérna his daughter Þorgerður. Já, ok. Hún var ekki samkvæmt ásækning allavega. Já, það kemur einmitt hérna, það skemmtileg saga af henni Þorgerði sko. Og ég fara með þá sögu. Já, hvað? Þorgerður dóttir hans minnist þess að hún var einu sinni send í sláturhús til að taka á móti væntanlegum safngrím. Já. Einmitt þegar vinnufólki var í hádegishléi. Ok. Einhver spurði hana á hvað var í körfunni og hún sagði að það var í frosið geitariður. Já. Eftir atviki sagðist hún aldrei ætla að safna fyrir hann aftur. Já. En Sigurður segir að söfnun hans sé eins og hver önnur söfnun og henni sé aldrei lokið þar sem nýr og betri safngripir séu alltaf í boði. Já. Það ætti ekki verða neitt skortur á þessu held ég. Já. Á þessari auðlind. Ekki í framtíðin allavega. Nei. En já, sko, annars ekkert sérstakt að gerast hérna. Þetta ár 2018, ekkert í efnahagsreikningnum, sko, liggja hérna 76 milljónir króna í handbæri fjö, sem reyndar tæplega fjórfalt meira en allar samanlega skammtímaskuldir, svo þau að sleikja þarna fjarkan í sjálfsögðu reiðufjárhlutfalli sem við nú komið inn á áður en ég veit til þess að prófnefnd viðurkenndra bókara ekkert sérlega hrifin að því að ég sé að styðjast við þennan mælikvarða. Nei. Þetta náttúrulega kemur ekki fram í 3. testamentinu. Ég myndi nú ekki vilja að fá prófnefndina á móti mér. Nei, ég segi það. Ég læt að slæta í þetta skipti en hérna... Þú getur að standa mjög lengi ef að þú... Já. Geti farið svo. Já. En það engir fasta fjármunir þarna þetta ár enn sem komið og enga langtíma skuldir svo hér bara verið að liggja hún á skjóðinni. Svo rennur hérna 2019 upp og
Ég vildi að ég geti talað enn eitt vaxtakippin það árið, en því miður þá drógust tekjurnar örlítið saman 7,3%, tekjur upp á tæpar 153 milljónir sem nú alls ekkert slæmt ef því að skipta sko. Nei. Hérna þetta bara orðin þessi sjálfbæra peningavél sem allir vilja eiga sko. Já. Hagnast rúmar 44 milljónir í 59 milljón króna EBITu, en þá þessi ævintýralega EBITDA framleiði núna 39% þetta ár og þetta auðvitað bara enn eitt frábæra árið þannig. Veluna sér strítið með rúmlega 38 milljón króna arðgreiðslu. Það hefði verið að pumpa út. Já, hér rauninni bara komin í frábæra stöðu. Bara tapa af. Já, en þá með óráðstafa EIF í 76 milljónir, 76 milljónum þrátt fyrir þessar myndalegu arðgreiðslur. Eiginfjárhlutfallið upp á 81%. Veltufjármunir deilt með skammtímaskuldum sem svona eitt af mínum uppáhaldshlutföllum, það stendur í 5 og það að þau, þú veist, þá geta þau bara greitt upp þessar skammtímaskuldir bara 5-falt með veltufjármunum. Já. Sem náttúrulega bara gjörsamlega stórbrotið hlutfall, held bara topp 3 besta allavega sem við höfum séð. Já, topp 3 besta skammtíma greiðsluhæfið, það nokkuð ljóst. En svo gerist það hérna þetta ár, þau ráðast í fjárfestingar á fastafjármunum í fyrsta sinn í HRS-tíð eða jafnvel bara í fyrsta sinn frá upphafi í raun sko. Og það eru innréttingar fyrir rúmar 15 milljónir samkvæmt sjóðstreymisyfirliti og það greitt með cash. Já. Og já. Þetta er 2019. Já, bara kortir í COVID. Já, kortir í COVID. Og ég hefði eiginlega frekar mælt með því að þú keiftu sér bara sitt eigið húsnæði þannig því að sko ef við svífum hérna bara yfir í 2020, COVID árið mikla. Þá eru húsnæðisgjöldin að hækka 155% og það ástæðan fyrir því að þau flytja í þetta 700 fermetra rými við Hafnartorg vorið þannig 2020 og nú veitum við það ekki ódýrasta leigan í bænum sko. En eins og sést í rekstrarreikningnum þá eru húsnæðisgjöldin komin upp í rúma 20 milljónir króna úr svona 6 til 8 milljónum þarna árun á undan sko. Þetta leigan á Hafnartorgi? Þetta leigan á Hafnartorgi og þú veist, þau bara faraðan inn held ég í maí sko. 155% hækkun á alvesta tíma í rauninni. Þetta COVID-pattan farin að valda alvarlegum landamæra takmarkunum sko. Já. Og eins og ég tók fram áðan þá talaði Hjörtur það í viðtali að 99% gesta hafi verið ferðamenn. Svo skiljalega tók þetta á reksturinn og það endurspeglast í rúmlega 70% samdrætti. Hvað er stórt hlutfall þjóðarinnar sem búið að fara þarna? Ég veit ekki sko. Ég held ég hafi sko við minnir hafi farið svona rétt árunda fór frá Húsavík. Með minni samt að ég hafi verið á Ísafirði þegar ég fór á eitthvað svona samt sko. Þetta svona skrítið að ég sé ekki viss sko. Það ekki bara verið heimahús í einhvern ég veit það ekki. En já, en þú varst með eitthvað input með þessa fastafjármunni. Já, ég var aðalega bara þú veist upp á eigninna út af því að hvað ertu lengi að afskrifa steypireyðstilling? Já, aðra það náttúrulega flokkast ekki, það ekki eggfært sko. Þetta náttúrulega bara gjöf, skilur við. Já, en í bókum félagsins ætti þetta að vera óefnisleg eign eða... Já, svona miðað við til dæmis á Ölgerðin, það með appelsín sem ég meni ef þetta selt, þú veist, það þarf einhver að verðmeta þessa titlinga. Já, það er vissulega... Og þetta eru verðmæti safnsins, það náttúrulega safnmunirnir. Þetta náttúrulega eitthvað sem kemur ekki fram í bókhaldinu sko. Nei. Ef þetta sett á sölu, hvað, þú veist, hvernig á að verðmeta sýningagripina? Ég meina verðmatslega séð hver munurinn á 2 mm hamstra typi og steypireyð sko. Já, þetta eftir rúmmáli eða hvernig, ég veit ekki. Nei. En þetta væri náttúrulega áhugaverð pæling að skoða sko, hvernig söfn eru að verðmeta safngripina sko. Já, það væntanlega innréttingarnar eins og sögusafnið og hvalasafnið og annað sko. En að vísu þetta bara, þú veist, reksturinn byggir á þessum safngripum, skilur, án safngripana væri ekki tekjustreymi. Já, ég held ég veit ekki neitt safn í heiminu sem er jafn háð innvolsinu eins og tipasafninu. Nei, svo er það sko. En það má áætla náttúrulega fyrirtækir bara verðmetið út frá sjóðstreyminu sem að skapast út frá þessum Já, það geti verið. Þessum minjum. Já. Þannig að ég... Hérna ég eins og með hvalasafnið. Þau eru hérna með innmuni. Sagði ég innmuni? Já, þú sagði það, hvað þýðir það? Ég veit ekki, ég átti við sýningagripi. Ég sá eitthvað eitthvað innmunir. Það er til dæmis á stoppvirði 82 milljónir sko. Bókvært 44. Það er alveg afskrifað bara villi vekk sko.
og innréttingar og húsgögn upp á 258, þannig að ég myndi kalla eftir því að það væri þarna í bókhaldi félagsins, hamstratippi og En þau fara nú reyndar í auknar fjárfestingar hérna 2020, við skulum kannski fara aðeins yfir rekstrarreikningin, eins og ég sagði á hann, þá var þetta 70% samdráttur milli ára hérna 2020 og 19. Við erum að velta hérna tæpum 45 milljónum 2020 og erum með talsvert af föstum kostnaði sem rífur náttúrulega EBITDA niður fyrir nullið og langt undir nullið í raun, bara hérna negatívar 55 milljónir í EBITDA. Og enda árið sömulegis í tapi upp á 55 milljónir, þannig að þetta hefur verið gríðalegt högg. En þau eru búin að vera það vel rekin síðastliðin ára, þau gátu tekist á þetta. Við skulum sjá, eins og ég kem inn á hérna. Þetta hefur verið skynsamlegur rekstur hingað til, en eins og ég segir, hérna ráðast þau í aðra stórar fjárfestingar á innréttingum, í þetta skipti fyrir 30 milljónir króna. Enn og aftur, allt greitt með cash, þú veist, þau eru búin að vera duglega að safna í pingjuna, en þannig farið vissulega gryggast vel af þessu handbæra fé, eiga 17,8 milljónir á banka í loka árs með við 66,5 árið áður. En veltufjárhlutfallið þó bara hérna tæplega 2 og enga langtíma skuldir, svo þau virðast hafa átt innistæði fyrir þessu slæma ári. Hér hefði hann Hjörtur náttúrulega hæglega geta verið búinn að ryksuga fyrirtækið innan. Í hverjum hefði dottið í huga eitthvað geti orðið til þess að ferðamenn hætta að heimsækja landið, sko. Já, ég meina hann hefði geta verið búinn að gíra hvern titlingu fyrir áður. Já. Alla bara í fulla reist með þetta allt, sko. En sko, hann náttúrulega má eiga það. Hann hélt alltaf góðum hluta af handbæru fé ennþá inn í félaginu, þrátt fyrir þessa rausnalegu arðgreiðslu, sko. Taka náttúrulega ekki lán fyrir neinu og að því að virðist, sko, bara, sko, þau eru að skila hérna eftir, þau eru í 73% eiginfjárhlutfalli hérna 2020. Þetta er lýgilegt. Sem náttúrulega, og þetta er dæmi fyrirtæki sem hefði bara hæglega orðið gjaldþrota með ofhári skuldsetningu og tóma bankareikning, sko. Það er nokkuð ljóst, því að þau eru svo háð hérna ferðamannaströmmum. Þau eru löngu leiknum. Já, klálega, þú veist, hér eru engar óþarfa áhyggjur, engar óþarfa áhættur verið teknar. Og að sjálfsögðu var ekki króna greidd út í arð þetta ár, en það er í rauninni magnað að sjá hvernig þau ná að bjarga sér þetta ár án þess að þurfa að taka krónu í lán, og ég er eiginlega bara fárlega forvitin að sjá hvernig 2021 fór með þau, sko. Það hefur verið öllu skárra, held ég, en mig grunar samt að þau gætu hafa þurft að ganga á einhverja lánalínur, sko. Já, ég er með hérna... Skellurinn var það mikill hérna 2020 að það átt upp hérna stóra hluta af kassinu allavega hjá þeim, sko. Ég er með hérna tölur úr sögusafninu. Já. Þeir eru búin að birta reikning fyrir 21. Þeir auka tekjur úr 27 í 73 ár. Já, 2021. Já, milli ára, þannig að þú sér það. Já, Reiðarsafnið er ekki búið að gefa út hérna 2021 ársreining, þannig að ég sé það ekki. Ég segi lágmark 150 kúlur. Það? Já. Já, svona miðað við allan að þessa aukningu þá... Já, ok, 120. Já, ég myndi ekki halda að 2021 myndi slá, þú veist, 2017, 18, 19, sko. Já, reyndar, punktur. Gæti verið að margir séu að fara á gamla locationið og... Svo hefur þetta verið bara mjög vel auglýst. Hann mætir Logan Paul í einhverju YouTube-vídeói. Það er náttúrulega bara frí auglýsing, sko. Þeir eru náttúrulega bara að borga sig inn þarna, sko. Það er endalaust talað Kardashian í tómatadótinu. Já, einmitt. Sólheimar. Við þurfum að kíkja á Sólheimar tækifæri. Það er alveg og munin á árunum eftir að Kim Kardashian mætti, sko. En burt ég frá því, af hverju hefur enginn verið að tala um þetta? Logan Paul. Nei, ég sé það. Það er stórt. En já, bara svona annars til samantæktar þá er nokkuð ljóst að þetta er vel rekið safn og getur verið helvíti arðbært. Já. Þú veist, vel rekið safn, það getur verið arðbært. Það er nokkuð ljóst, við sjáum það, en það ber þó að hafa í huga að þetta hefur ekki alltaf verið auðvelt. Auðvitað er þetta ekki auðvelt, þetta á ekki að vera auðvelt. Nei. Byrjaði þarna 97, flytja til Húsavíkur 2004 í einhverja smákompu, sko. Koma svo í bæinn þarna 2011 á 12 þegar Hjörtur sonur hans Sigurðar tekur við, sko. Og það er kannski ekki í rauninni þarna fyrir enn 2014 sem að hlutinni fara að gerast eftir 17 ár í rekstri. Bara þvílík þraut segja ég nú bara. 17 ár þangað til einhverja alvöru upphæðir er að berast í pingjuna. Sem maður segir, hann er langur í leiknum. Hann er langur í leiknum, sko. Ég bara vona svo sannarlega að þau náu að rétta úr þessum kút og ég efast ekkert það með tilkomi ferðamanna á ný núna eftir faraldurinn, sko. Já, ég meina þetta skreppur aðeins sama. Þetta er bara eins og... Eins og... Þú fara bara í kalda pottinn eða eitthvað og...
klálega. Svo bara kemur inn í sturtu alveg samdráttur þarna. Svo er það bara að taka heita sturtu. En þau virðast hafa staðið storminn af sér, bara þökk sé skynsamlegum ákvörðunartökum vil ég meina, sko. Og ég jafnvel tilbúin að senda Sigurði í deild HSHD, klálega. Hugsjónafólk sem hlæri í dag? Já, þetta hugsjónamaður sem hlæri í dag og það bara ekkert flóknar en það, sko. Já, Sigurður og Hjörtur, báðir, bara hugsjónamenn sem hlæri í dag. Já, Hjörtur segur að sjá tækifæri í þessu líka. Já, það virðist vera einmitt að hann hafi verið svona meira business minded, sko, því að þú veist, þarna fara hlutindar að gerast, sko, eftir að hann tekur við. Maður getur alveg sett sig í þá stöðu að mögulega myndi einhverju vera bara skammast sín fyrir það. Já, klálega. Þetta tabú. Þetta hefur, þú veist sko, kannski, þetta þykir jafnvel tabú í dag. Við erum hérna svo krakkar að hlæja yfir einhverjum titlingum, skilur. Já. Hvernig heldur þetta hafi verið þarna 97, sko? Nei, akkurat. Þú veist, hann hefur verið bara álitinn einhver furðufugl, sko. Já. En hver hlæri í dag? Já, þetta eins og ég segi, þetta er helviti arbært og bara hérna á síðustu, hvað er þetta? 2016 til 19 þá þetta 127 milljónir sem að fara út í arðgreiðslu. Þannig að þú heyrið það ekki upp á götunni? Nei, það nokkuð ljóst og hann hefur það nokkuð gott, hann Hjörtur, ég nokkuð viss það. Og hann deil ekki einhver aðeins með föður sínum. Jú. Já, öldruðum föður sínum, hann á lífi í dag, eða ekki, kallinn Sigurður? Ég kynnti mér ekki, sorry. Ég nokkuð viss það. Og hérna, en eins og ég segi, bara stór þrós til þeirra feðga. Já. Ég aðeins til að áður en að ég fer ég með svona stuttan samanburð við önnur söfn og svo náttúrulega bara kannski að taka fyrir samstarfsaðilann okkar, Payday. Nú var ég að opna Payday á hann, reikning á félaginn okkar. Já. Og djöfull þetta einfalt og þægilegt. Velkomin í klíkuna. Já, þetta bara það sem að lífið verður einfaldara. Ég er búin að vera að bíða eftir þessum degi heilengi og það hægt að henda logói og öllum fjandanum á reikningin, sko. Customize hann, sko. Þetta náttúrulega algjör snilt og svo náttúrulega verðt að minnast á það líka að það hægt að getur sendt vini þá verður 30% afslátt. Heyrðu, já. Fyrstu 3 mánuðina. Við þurfum að heyri hvort við getum ekki fengið einhvern svona kóða, farið að deila. Já, klálega. Og til eitthvað svona píramída. Já. Undir pingjunni. Pingjupíramída? Já, hvernig væri það? Safni í pingjuna og allir sem ætla að stofna Payday bíða aðeins með það. Klálega. Þá getur við fáið kóða frá okkur. Payday, gæti ekki mælt meira með. Nei, þetta er náttúrulega frábært kerfi. Þrátt fyrir stuttar reynslu. Lífaldur? Já. Lífaldurinn verður langur. Já, klálega. Þetta er komið til að vera hjá mér. Já, ég meina Payday bara að fara að taka yfir. Já. Heyrðu, ég nefnilega, sko eins og ég segi, við erum svo mikið á bar með þess að gera þetta bara barnalegt, sko. Já. Ertu með eitthvað ennþá barnalegra þarna? Nei, það er bara svo margt fræðilegt líka sem að þarna bakvið og ég sem sagt, ég varð hugsað til nýs metrics sem hægt var að setja fyrir þarna, sem sem sagt TPT. Ok. Sem stendur fyrir tekið per titling. Ok. Og í raun bara sett fram til þess að áætla hver nýr titlingur geti staðið undir í sölu. Þetta er ekkert sem við munum koma til með að vera með í öðrum fyrirtækjum eða hvað? Það er náttúrulega mjög erfitt að áætla þetta fyrir önnur söfn eða rekstur í heiminum. Já, vissulega. Það eina sem er á reiki með þennan metrik hjá mér er að eins og ég segi, það voru tölur að væri 215 og 300 svo sá ég 280 og ég hef bara haldið mig við það að tekjur per titling 2019 eru 544 krónur og fer niður í 160 krónur 2020. Þannig að gífurlegur samdráttur. Já, í rauninni. Þeim var hendi í kaldapottin hann í COVID. En svo ef við tökum bara miðgildið að meðaltala þessu þá getur það kannski verið 352.000 milli þessara 2 ára. Já. Þannig að ef hann væri að kollekta nýja titl líka þá er kannski upp á allar rekstrarforsendur hjá honum. Já. Og Þórgerði og fjölskyldunni að þau segja hver nýr titlingur geti verið að sækja okkur 350 skall tekjur svona meðaltali. 540.000 á góðu ári. Já, svo þarf að núvirða það sko og finna sjóðstreymið og núvirða það og þá ertu komið með verðmæti per titling sko. Já, akkurat. Það var annar metrik það er tekjur per titlinga sentimeter. Já, ok. Sem var svona gróf áætlun. Já, ertu með meðalstærð þarna? Já, ég tók sem sagt gaf mig það hæst er 170 cm sem er náttúrulega steypireiðin sem er alveg gigantíst. Já, og svo 2 mm, ekki tókstu miðgildi á því? Jú, ég tók miðgildi titlinga í safninu. Meðaltal bara? Nei, ég sló á miðgildi titlinga í safninu væri 25 cm. Já, ok. Það er kannski allt og hátt. Já, mig gruna það sko. Já,
En við vitum náttúrulega ekki hvað aðri kvalir og annað liggur inni. Svo gerði þið það sinnum 280. Við þurfum bara að kíkja þarna að fara í vettvangsferð. Bara með mælistikuna. Og það gerir sem sagt 21.000 krónur per titlinga sentimeter 2019, niður í 6.000. Ég var að ræða þetta veitn og hann sagði þú getur ekki tekið þennan samanburð nema að taka það niður á tegund. Þannig að ég er með tekjur per titlinga tegund. Og þetta voru 93 tegundir. Og þar erum við að sjá mjög flottar tölur. Hann er sem sagt 2019 er hann með 1,6 miljón á titlinga tegund. En fer niður í 481.000. Þannig að þetta er annað sem að, menn sem er að spá í þessu rekstralega séð, þeir spurja sig, 93 tegundir, ef við bætum við einni tegund, þá erum við að gefa okkur svona 480.000 aukalegi tekjur per titlinga tegund. Ég tók hérna tölu frá, þú sagði mér að í safnið það hefði farið 35.000 held ég 2015, einhvers staðar á netinu. Já, eitthvað tæmlega 35.000. Ekki heilar tölur setta fram hérna á gegnum TripAdvisor eða Wikipedia sá ég 70.000 fyrir 2019-18. Þannig ég sló bara á gestir per titling og það er að fara úr 250 niður í 125 á þessum 2 árum. Og svo bara til að loka þessu, það eru 5 starfsmenn, þannig að það er náttúrulega mjög mikilvægt upp á svona söfn að það sé verið að passa upp á verkin. Og það voru semst, við erum með 1 starfsmenn á hverja 56 titlinga, þannig að starfsmenn per titling er svona síðasti metrikinn. Já, með við 280, þetta eru 5, já, 56, þannig að þú sér það sko. Áætla hver og 1 starfsmæður beri ábyrgð á rúmlega 50 titlingum. Já, þetta er náttúrulega mjög mikilvægt inn í alla umræðu og samantæktur forsendur rekstra næstu ára. Jú, heyrðu, við erum fara að bæta við okkur titlingategund, það er ákveðin tekjutækifæri sem felast í því. Það þarf að greina það. Já, en ef þú ert komin í kannski 56 auka titlinga, þá fylgir því aukinn starfsmannakostnaður. Ef þú ætlar að halda sama, þannig að þetta er bara svona til, ég veit það ekki, svona aðeins bara til að velta þessu. Já, þetta er bara til svona umhugsunar. Já, til umhugsunar. Þetta er skemmtilegt að velta þessu fyrir sig, en þú varst með líka hérna, Jú, ég er með aðeins hérna. Varst með annað safn líka sem þú ætlar að bera. Já, ég er með 2 lokapunkta. Þetta safn er náttúrulega að sjálfsögðu á lista, ekki bara einum, heldur örugglega öllum listum í heiminum sem til eru skrýtustu söfn í heimi. Og þetta hefur eiginlega verið bara, sko, þetta safn nú fór ég að skoða er bara efst á flestum listum bara yfir söfna heimsækja á Íslandi, sko. Já, þetta er svo sérstætt, sko, þú veist, sko, það hafa nú skotið upp einhverjum titlingasöfnum svona núna hér og þar í heiminum, sko. Er það? Já, en þetta er náttúrulega fyrsta og var lengi vel eina í heiminum, sko. Já. Og þar að leiðandi eru þau í gríðalegri sérstöðu, sko. Já. Og bara önnur söfn, bara til að nefna skrýtnasta hérna sem að ég sé allavega sem ég myndi ekki fara á er Dog Collar Museum í Englandi. Sem er semst bara hundaálasafnið. Það er leiðilegt. Já, það er safn of bad art, semst slæm málverk eða list. Í Kína er eitthvað fyrir tapwater, semst bara kranavatsafnið. Einhver 130 mismöndi kranavett sýnist mér. Og það er brauðsafn í Þýskalandi. Já, ég er nú reyndar, ég er kolvetnisvíkill, sko. Já, salt- og piparsafn í, hvar var þetta? Í Bandaríkjunum. Svo er ég örugglega að gleyma einhverju, eitthvað trúðasafn og fleira gott, sko. Trúðasafn. En piparsafnið er það eina sem kemst á þennan lista hér á landi. En bara svona til samanburðar, til að hafa einhvern samanburð, þá tók ég sem sagt rekstrarárið 2020 og sláum saman hérna sögusafninu sem er tiltölulega nýtt, hvalasafnið, Whales of Iceland, og svo tipasafnið. Og kannski af hverju erum við ekki með árbæðasafnið eða sjóminjasafnið, eitthvað svona fleira. Mikið af þessi er rekið af borginni. Já. Og vissulega hefði borgin geta verið með þetta undir sínu eignasafni. Já, þau ákváðu bara. Þau höfnuðu fríu safnið hann árið 2003-2004. Já. Sem í dag geti verið að gefa þeim Já, myndi allavega að hækka eitthvað B-bókina hjá þeim. Já, B-hlutan. Það myndi aðstöða við þá ákvörðunartöku að selja orkuveituna út úr rekstri fyrir bæjarins. Já, klálega. En ég er svo kvefa. Er ég nefnmæltur? Sumaflensa í þér? Já, það er eitthvað. Heyrðu, og ég skauta bara létt yfir þetta. Við sjáum það, tekjur tipasafnsins eins og þú kemur inn á 2020. Nei, sorry, ég ætla að taka 2019. Já, það er svona 152, 39% debitalhlutfall, allt í toppmálið þar. Sögusafnið til samanburðar með 94 milljónir og
laun 16 milljónir hann með 7 starfsmenn, það enda fáránlega lágt svona þegar ég spái, ég þyrfti kannski aðeins að slá þessari tölu upp, geti örvill Hvað sagði það væri? Nei, ég að ruggla hérna milli ára sko. Kannski bara Ég var með laun per starfsmann, ef ég tek laun og launtengt gjöld og áallt það séu 20 tek þau af, þá er þetta 610.000 á haus, sem er bara fínt með því 2020 sko. Já, ágætt að vera hérna 675.000 2019 sko. Já, þetta er einmitt, ég hitti Tór. Þetta er bara með því betra sem við höfum séð sko. Já, ég er bara með kolvillast tölu hérna, að sjá. Þetta er 41. Ég held að það sé bara fínt fyrirkomlega að ég haldi mig í tölunum. Já. Nei, ég var líka að ræða þetta við Tór frá Keldunni, ég hitt hann. Já. Og við vorum að tala hvað svona peningapésar eins og ég geta orðið miklu skítapésar. Já. Þegar við erum ekki að nota Kelduna til að taka í Excel. Og þetta er akkurat það, bara rétt fyrir það. Þá var ég eitthvað að pikka og ég pikka vitlaust. Já. Og þá er kannski gott að minnast á það að við erum í samstarfi við okkar fólki á Keldunni. Já. Og sækjum alla okkar ásendingar þar og eins og bendir réttilega á. Hvar væru við ef við hefðum ekki þessa tölur? Akkurat. Og svo eru þau komið með nýjan frétta vaktara og frétta leit sem við getur sem er algjör snilt. Það er náttúrulega algjör snilt. Ég er búin að vera að leika með þetta. Við sko ekki gert síðan þegar fram í sækir. Nei. Við getum skrifa pingjan þarna í leiti fréttum. Þá getum við séð allar fréttur okkur. Og það eru nú okkur. Svo ef ég skilda rétt, þá erum við að fara að geta sett upp fréttavakt. Já, það er á döfunni líka. Í staðan fyrir að við séum alltaf að leita, skrifum bara einu sinni pingjan og Keldan er bara að fara að dæla á okkur. Æ, strákar, þessi var að tala um pingina. Þetta er mjög sniðugt. Og svo erum við líka náttúrulega sjálfsögðu með áskriftina fyrir rafræna ásendinga og fleira. Já, alls konar og samaburðar möguleika og allt. Þannig að Keldan ekki vera eins og Yngvi, ekki handpikka og drull í loftinu. Beintin á Kelduna. Akkurat. Sama ár Wales of Iceland hérna. Heyrðu, hvað? Ég hef eitthvað klúrað þessu. Hvað er þetta klúrað núna? Þetta er Royal. Hérna er ég með þetta, já. Vörsala, sem sagt Wales of Iceland, 72 milljónir. Það er eitt sem við hefum getað slegið upp hérna. Og svona þau sem maður er að fatta alveg í lokin. Við hefum átt að taka saman vörusöluna í hlutfalli eftir söfnum. Sjá hvort að tipparsamni sé að gera best. Já, einmitt. Hvað eru að selja? Ég finna það ekki á heimasíðunni. Allána, 2019, þá er Wales of Iceland að velta litlum 156 milljónum. Já. Og við ná þetta ár í ákværi EBITDA. Erum við eitthvað að tala um laun og annað? Erum við ekki bara svona rétt að slá á hvað tippasafnið er flott í samanburði? Jú. Að 18 deilt með 156, gerum þetta bara í loftinu, 11% EBITDA. Já. Þannig að þeir eru svona að ná vopnum sínum. En pælingi með hinn söfnin og það sem er búið að leggja í eins og tekur fasta fjármunna, fjárfestinguna. Já. Hugsaðir hugvits fólkið sem fer að stað 2014, 15, 16 að gera áætlanir, safna peningum og þau ætla að gera þetta fallega hvalasafn, flottasta hvalasafn í heimi og það er ausið peningum í þetta og byggt upp og þetta er náttúrulega búið að vera rekið í tapi síðan, náttúrulega hávaxta gjöld og þetta er fjárfesting sem kemur tilbaka á einhverjum árum en in the end þá er bara gamla góða tippasafnið að smóka ykkur og slátra þeim við hliðina miklu meira lín. Það er erfitt að vera hvalasafnsfjárfestir í dag og horfa upp á þetta. Já. Ég myndi halda það. Já, fer hann á Mackay í Hafnartorginu og tekur eitt ring og inn á tippasafnið og hún ennir ekkert út á Granda. Nei. En já, ok, þannig að þú veist, þeir eru bara svipa stórir á tippasafnið og búið að ausa. Já, og er að tapa. Ég meina að þú veist, Reðarsafnið er náttúrulega bara ekkert eðlilega arðbært. Nei, þetta eru bara mögnuð hlutföll. Þetta er svakalegt. Og eins og þú segir, sömu tekjur á hvalasafninu en mikill kostnaður í kringum það. Já. Og veist, það gerir okkur engan greiða hérna spá í COVID-árunni fyrir öllu. Þú talar náttúrulega um tippasafni 44, sögursafni fyrir niður 27 og jú, Wales of Iceland stendur í 72 þarna. En ég vil kannski leiðrétta mig, ég talaði um negatífa 55 miljóna EBITDA. En það var EBITDA, já. Það var EBITDA. Það er hérna neikvæð 41 2020. Svo það sé hér með leiðrétt. Akkurat. En þó tap upp á 55 kúlur sko. En eins og ég sé, þau stóðu á þessu stormin, áttu nægt handbært fyrir þarna og í rauninni bara til fyrirmyndar sko. Akkurat. Ég var með hérna fyrir 2019 hjá þessum bara til að klára þetta. Já. Þá tók ég gamla góða return on sales samanburðar. Já. Og þá voru við náttúrulega að deila veltunni með EBIT sem er semst bara rekstrarhagnaðurinn fyrir fjármagnsliði. Afskriftirnar komnar inn í þetta. Þýðkast mikið í málingabransanum að nota þetta hlutfall? Já. Og náttúrulega
heilbrigt að bara bera EBIT þegar það vart með svona sambarlegan rekstur. Ég segi það. Og þar tippasafni sko, eftir með einhverja góða samlingingu, þeir bera, þeir eru eins og steypireyður við hliðin á hamstri, þarna. Ég held að það sé ágætis viðlíking. Já, með 35% return on sales 2019, Sambura sögursafni 17%. Já, sér það. Þannig að þetta bara staðan. Heyrðu, förum ekkert dýpra. Nei, sigurvegari dagsins, hið íslenska reiðarsafn. Já. Reiðarsafn. Akkurat. Bara viljum hvetja alla til að kíkja þangað. Já. Og fá fleiri innlenda aðila inn á þetta. Akkurat. Og ég var með svona 2 lokapælingar. Já. Algjörlega í lokin. Ekki ótrúlegt miðað við það samfélag sem við búum í dag að engin kvenskurungur sé komin að stað að gera eitthvað, hvað getur við sagt, píkusafn og akinusafn. Já, það pæling. Ég las það á netinu, það var pæling einhvers staðar. Já, það byggt á þessari fyrirmynd, sko. Ég man ekki hvar, sko. Ég hefði nú átt að fara eitthvað dýbra ón í það, sko. Já, ég meina ef að, ég veit það ekki, Siggadögg eða Gerður í blöss eða einhver að hugsa sem að... Er það ekki, kannski, erfiðari svona aflifunartækni? Ég bara það, já, það náttúrulega, það geti staðið í vegi. Náttúrulega sjálfsagt að velta vöngum yfir því. Já. Það væri áhugavert að sjá. Það náttúrulega brilljant viðskiptahugmynd. Já, ég meina, af hverju bara til tippa? Það myndi trekkja að, ég get alveg lofaði því. Já. Þannig að ef einhver kvenskurungur er að hlusta þá er kallað eftir hér allavega að þið greinið þetta viðskiptatækifæri. Og við gætum aðstofa með alla áætlanagerð. Við erum alltaf þekkjum orðið, við erum betur en flestir tekið upp á titling. Gætum einhvern veginn áætlað það. Já, algjörlega, það væri hægt að meta það einhvern veginn. Svo bara lokum. Hvernig mótiverar þið fyrir fyrstu sölusýninguna erlendis þegar þú ert að kynna safnið fyrir ferðaþjónustum og öðrum? Já, ég held að það sé ekkert mál fyrir Hjört allavega. Ja, þú veist, fyrst ert ekkert stressað bara, yeah, so my daddy was collecting dicks and we just decided it was a hobby. Já, það gæti... He had this hobby since he was a child. Það þið þungur róður fyrir mig allavega. Já, mér þætti það óþægilegt. Já. Ég held að Hjörtur... Þetta er náttúrulega ekki tabu í dag, þetta er bara svona komist. Þetta er komist. Þetta gæti orðið erfitt eins og ég segi, fyrir mig að gíra mig upp í þá söluræðu, sko. Já, þú veist, ég hef verið að fara á eflaust fyrir flesta. Ferðaráðstefnur í Vegas og Berlín, þú ert að hitta alls konar fólk. Já. En þeir eru náttúrulega bara búin að vera að marinera sig upp úr þessu bara síðustu 2-3 áratugir, sko. Já, þetta er bara orðið eins og að drekka vatn og draga andan, sko. Já, ég er eitthvað mikla þetta fyrir mér. En ég held að við séum bara tæmdir í dag. Já, ég held það. Og þá kannski að því loknum viljum við þakka samstarfsaðilum okkar, Keldan, Payday og Dominos. Það er þriðjudagstilboð í dag þar. Guðanabænum, nýtið það. Já. Og sjálfsögum minna á Dibit og Pingjan. Bara fá alla þar. Alla með í umræðurnar. Gef okkur follow á miðlunum, Spotify og Apple Podcast. Review, helst bara 5 stjörnu. Já. En ef ykkur, það er nú skrítið ef einhverju líkar illa við okkur er komin núna á þennan 17. þátt að fara að gefa okkur eitthvað læra. Já. Og alltaf þeir sem eru komin á 17. þátt séu diehard. Já, ég vona það. Aðdáendur. Kannski einhverju nýr. Alltaf okkur verður ekki slaufa á Twitter í þetta skipti. Nei, það held ég ekki. Nei, það. Nei, heyrðu, ok. Gefa okkur svo sjátt á Twitter líka. Já, það verður gaman. Já. Heyrðu, kæra þakkir í dag. Þangað til næst. Takk, bless.